Forsætisráðherra tjáir sig ekki ummæli Vigdísar Hauksdóttur, formanns fjárlaganefndar Fréttastofu Ríkisútvarpsins. Vigdís vísar því á bug að ummæli hennar skaði trúverðugleika hagræðingarhóps ríkisstjórnarinnar. Þorbjörn Þórðarson. Ummæli Vigdísar Hauksdóttur, formanns fjárlaganefndar í Bítinu á Bylgjunni málefni Ríkisútvarpsins og Fréttastofu RÚV hafa vakið mikla athygli. Já, ég náttúrulega í þessum hagræðingarhópi. Það náttúrulega liggur allt undir. Mér finnst óeðlilega mikið fjármagn fara í rekstur RÚV, sérstaklega þeir eru ekki standa sig betur en þetta í fréttaflutningi. Við skulum skoða þessi ummæli aftur. Vigdís segir: Mér finnst óeðlilega mikið fjármagn fara í rekstur RÚV, sérstaklega þegar þeir eru ekki að standa sig betur en þetta í fréttaflutningi. Spurningin sem blasir við er þessi: mun vera Vigdísar Hauksdóttur í fjárlaganefnd Alþingis og hagræðingarhópi ríkisstjórnarinnar skaða trúverðugleika þeirrar mikilvægu hagræðingar og fjárlagavinnu sem framundan í rekstri ríkissjóðs. Þessi ummæli þín, eru þau ekki til þess fallin að skaða trúverðugleika vinnu hagræðingarhópsins? Ég tel svo alls ekki vera. Þegar fólk hlustar á viðtalið allt, þá kemur það fram á einu staði viðtalinu. Ég segi ég ekki að snúsa mér persónulega, heldur þetta mín almenna skoðun. Með því að segja að það þurfa að skera niður hjá Ríkisútvarpinu að því að fréttaflutningurinn lélugur, það ekki eins og að segja að það þurfa að skera niður hjá Þjóðleikhúsinu að því að síðasta frumsýning heppnaðist illa? Ekki halda þess áfram með þessum hætti. Ég búin að útskýra mál mitt. Þetta bara þannig að það liggur allur ríkisreksturinn undir starfi þessara nefndar. Það alveg samkvæmt okkar erindisbréfi. Þetta samtal þróast með þessum hætti þarna í gær og svo náttúrulega vitum við hvað gerðist í gærdag varðandi það sem fór inn á netið og annað. Þannig að það liggur allt undir. Okkur lék forvitni á að vita hvort forsætisráðherra, samflokksmaður Vigdísar og formaður Framsóknarflokksins væri sammála henni. Okkur var hins vegar sagt í forsætisráðuneytinu að forsætisráðherrann myndi ekki tjá sig ummælin í bili. Hefur einhver í þingflokki Framsóknarflokksins gert athugasemd við ummælið þín í þættinum? Nei, enginn.